Já, góðan dag. Velkomin á ársfund, 12. ársfund Náttúrustofu Suðausturlands. Við erum hérna samankomin í Kirkjubæjarstofu, eins og líka gestir á netinu sem eru að fylgjast með og við bara hérna velkomin. Þetta fundurinn tekin upp, þannig að ekki verið með uppsteyt, það mun vera til upptökur af því. Og ef þið hafið áhuga þá eru eintök af ársreikningi, þeir liggja þarna á stólnum og svo er líka svona forsíðan af ársskýrslunni okkar og QR-kóði, þannig að ef þið viljið kíkja á ársskýrsluna þá getið þið skannað QR-kóðan og það farið inn á ársskýrsluna. En við ákváðum að spara pening og vera góð við umhverfið og sleppa því að prenta ársskýrslunni í ár. Ég segi þá bara þennan fund settan og mér langaði að skipa formann stjórnar, Sigurjón Andrésson, fundarstjóra. Mér langaði líka að skipa Róbert Ívar Arnarsson, nýjan starfsmann Náttúrustofu, ritara fundsins. Og þá ætla ég bara að bjóða formann velkomin í pontu, kynna skýrslu stjórnar. Já. Brjáluð fagnaðarlæti. Takk fyrir, komið sæl. Ég heiti Sigurjón Andrésson. Ég formaður stjórnar Náttúrustofu Suðausturlands og bæjarstjóri í Hornafirði. Nú ég að klára mitt 3. ár sem formaður stjórnar Náttúrustofu Suðausturlands. Í stjórnstofunar sitja 2 aðrir fulltrúar ásamt mér. Það er Auður Guðbjörnsdóttir fyrir sveitarstjórn Skaftárhrepps og Sæunn Stefánsdóttir forstöðumaður stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands. Stjórnin fundaði 3 á liðnu ári, árinu 2024. Nú, rekstraniðurstaða ársins 2024 var jákvæð 0,9 milljónir, en það var 8,4 milljón króna jákvæð niðurstaða fyrir árið 2023. Rekstrartekjur námu 62,5 milljónum króna og lækkuðu 4,2 milljónir frá fyrra ári sem að skýrist að mestu að minni sértekjum. Samkvæmt ársreikningi er bókfært eigið fé 41,3 milljónir í árslok og eiginfjárhlutfall mjög traust eða 93,9%. Nú það er framlag ríkis og þeirra sveitarfélaga sem Náttúrustofan starfar í, Hornafjarðar og Skaftárhrepps sem eru 60% af tekjum, en hin tæpu 40% eru ýmsir samstarfssamningar en líka útseld vinna. Nú samkvæmt lögum Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur geta 1 eða fleiri sveitarfélög í þeim landshluta sem Náttúrustofa starfar í gerst aðilar að henni. Og þau sveitarfélög sem gerast aðilar af stofunum eiga stofurnar og reka þær með stuðningi ríkissjóðs. Í tilfelli Náttúrustofu Suðausturlands eru það eins og áður sagði sveitarfélagið Hornafjörður og Skaftárhreppur, þar sem við erum stödd núna. Nú starf Náttúrustofu er mjög fjölbreytt og starf Náttúrustofu Suðausturlands ekki síst. Stofan er ein af 8 náttúrustofum sem starfræktar eru víðsvegar um landið, en þær hafa allar sama hlutverk en það er þó munur á áherslum í starfinu. Nú starfssvæði Náttúrustofu Suðausturlands er mjög víðfeðmt og nær frá Blautukvísl hérna út á Mýrdalssandi í vestri og alveg austur í Hvalnesskriður. En þó sinnir stofan líka verkefnum á öðrum landsvæðum og í samstarfsverkefnum erlendis líka. Stofan vinnur meðal annars að rannsóknum á líffræðilegri fjölbreytni og loftslagsbreytingum. Stofan er samstarfsaðili sveitarfélaga og fjölmargra stofnana og þar má nefna Vatnajökulsþjóðgarð, Náttúrufræðistofnun, Land og skóg, Háskóla Íslands, Veðurstofu Íslands og Rannsóknasetur Háskóla Íslands. En Náttúrustofa Suðausturlands er með starfsstöðvar annars vegar hérna austur á Höfn og hins vegar hér á Kirkjubæjarklaustri. Bæði sveitarfélögin Skaftárhreppur og Hornafjörður hafa staðið þétt að baki Náttúrustofu Suðausturlands og hafa bæði sveitarfélög gott samstarf við starfsfólk stofunnar og fyrir það ber að þakka. Ég vil líka þakka öðrum samstarfsaðilum fyrir stuðning og samstarf á liðnu ári, en að lokum vil ég þakka starfsfólki í Náttúrustofu Suðausturlands fyrir sitt góða starf og stjórn fyrir ánægjulegt samstarf á liðnu ári. Takk fyrir.
Nú, þá ætla ég að biðja Lilju Jóhannesdóttur, forstöðumann Náttúrustofu Suðausturlands að koma upp og kynna fyrir okkur ársreikning fyrir síðasta ár. Já, Hófi, nú veit ég ekki hvernig það virkar. Kann ég. Það fyrir hún inn í. Já. Bentu á það. Hérna nei, ársreikningin líka. Þetta? Ég var ekki búin að opna það. Nei, þú varst ekki búin að opna það. Ok. Það þá inn á kaupbyrjun náttúrulega. Ekki sérstaklega dagskránið, kaffilið. Það kaffilið en endilega bara byrjið ykkur að fá okkur. Það bara mjög fráslegt. Öllum velkomið að Róbert veitir þetta listilega fram fyrir okkur. Var það ekki? Já. Það var að gera þetta hverju degi, Róbert. Já. Hvað heitir skjalið? Það heitir bara ársfundu reikning. Spara til hér. Já, það getur alveg verið. Herðu, þú er komið að hinum skemmtilega lið kynning ársreiknings fyrir árið 2024. En tekjurnar fyrir árið 2024 námu 63,5 milljónum og lækkar 4 milljónir frá fyrra ári og eins og Sigrún kom inn á tengist það í rauninni bara svona tilfallandi verkefnum og svona heldur minna jöfult árið í fyrra heldur en árið áður og við munum sjá þetta bara mjög skýrt aðeins svona seinna. Kostnaður vegna sérverkefna svipaður en hann sundurlaður eftir þannig að við sjáum þetta betur þar. Launakostnaður heldur hærri og það í samræmi við að við vorum með hálfu stöðugildi meira síðastliðið ár heldur en árið þar á undan. Annar ekstrakostnaður nánast svo sami og afskriftir svipað. Niðurstaða ársins því að tekjur umfram gjöld þessi rétt tæpa milljón og lækkar töluvert frá árinu áður. En það samt ekki, við viljum í rauninni vera á núlli, þetta ekki stofnun sem á að skila hagnaði og þessi lækkun tengist á þessu aukna stöðugildi og í rauninni einu stóru verkefni sem við unnum árið áður. Hér þá sundurliðun á tekjunum. Framlag frá ríki hækkaði lítillega og fyrir vikið hækkar þá framlag frá sveitarfélögum. Við fengum heldur meiri pening úr Atvinnu- og rannsóknarsjóði í fyrra heldur en árið áður. En svo þetta bara allt svona nokkuð svipað og það ekkert svona sem ég held að ég ætli sérstaklega að draga fram en nema þá kannski bara þið sjáum hérna að miðjan lista það þetta verkefni sem unnum fyrir umhverfisorku og loftslagsráðuneytið, unnum fyrir rammaáætlun árið 2023 og það var frekar stórt verkefni sem gaf vel þannig að það svona birtist svolítið í ársreikningunni í ár að við fengum ekki svoleiðis bita. Eins og við sagðum kostnaður vegna sérverkefna mjög svipaður. Þetta bara svona aðeins breytilegt á milli ára hvað þessi verkefni að kosta okkur. Launakostnaður, hann heldur hærri, skýrist á að eins og við sjáum hérna að 2024 vorum með 3,8 ársverk en 3,4 árið 2023. Svo það annar rekstrakostnaður. Við sjáum að heildarupphæðin eiginlega bara nánast svo sama, hækkar smá, leiga hækkar lítillega en heilt yfir þetta bara mjög svipað og ef það ekki eitthvað svona sem reikið augun í sem þið viljið spyrjum þá held ég spæni bara áfram. Og fer yfir í efnahagsreikning. En varanlegir rekstrarfjármunir sem þá hlutir eins og bílar og græjurnar okkar. Þeir lækka lítillega, veltufjármunir nær eins
skammtímaskuldir áramót sem eru ógreidd laun og virðisaukaskattur sem var greitt þá í upphafi árs heldur lægri og staðan því þá að áramótin 2022, 2023 whatever. Staðan áramótin núna síðast voru 41,3 milljónir og hækkaði þá 1 milljón frá síðasta ári. Þannig var nú það. Einhverjar spurningar? Takk fyrir.